Hér hjá okkur er Philip Brodsky, betur þekktur undir nafninu Philippus Bragi, sem er jú hið íslenska nafn hans. Vertu velkomin í þáttinn. Nei. Hjartanlega. Nú eru 26 ár síðan að þú komst hingað til landsins. Nei. Já, kannski ekki alveg 26 ár. Nei. Eða eitthvað slíkt allavega, en þú komst hingað fljótlega með fjölskyldu þína og festir hér rætur, er ekki svo? Það er svo, 26 ár, svo þegar ég kom hér, það var landið vrikkað af luftnýtt. Það var mikið loftókyrrð þegar þú komst í vélinni? Nei, bara leikalt. Líkar? Kalt þá? Bara. Já. Svo var 26 ár að grima. Bara grima þetta. Það er fínt, ekki luftnýtt. Já, það var ekki ónýtt, nei. Já. En segðu mér, nú ert þú eitt stærsti útgefandi íslenskra nútímabókmennta. Bókmenntur? Já, bókmenntum, já. Hvenær fékkst þú áhuga á íslenskum kúltúr? Það var íslenskra kúltúr. Þetta var í fyrsta brjóst, svo ekki verið. Það var þannig, bara í fyrsta brjóst. Hún var brjóstmylkingur? Bara. Einmitt, en finnst þér við Íslendingar í dag vera menningarþjóð? Nei. Nei? Nei. En hvað finnst þér þá íslenskar nútímabókmenntir? Það er ekki hægt að tala í alvor. Það er bara bókmenntir. Það er ekki brjóst. Það er bara meira bókmenntir ekki brjóst. Íslífi. Það er bara ganga einn langi veg. Já, ganga einn langa veg. Það er bara opna, ekki vera. Það er ekki hægt að brútlandi með drýtt með því var þetta ekki með því. Já, en snúum okkur þá að öðru. Nú talar þú reiðbrennandi íslensku. Ekki ríða mér. Nei. Nei. En börnin hjálpuðu þér ekki mikið við íslensku námi? Börnin mín alltaf ríða pappa sín í íslenska. Alltaf ríða, alla dagur. Börnin eru fjörkálfar. Stríðin fjörkálfar. Já. Það var gaman að fá þig í þáttinn. Nei. Já, það fannst allavega mér og vonandi okkur. Hjartanlegar þakkir. Nei. Samt sem áður og vertu blessaður og sæll. Góndu sæll. Já. Bara ríða þér. Takk fyrir. Takk fyrir. Já.